Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Í Gamla testamentinu, predikaranum, standa þessi orð: Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Allt hefur Guð gert hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst mannanna, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég komst að raun að allt sem Guð gerir stendur að eilífu, við það er engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Svo ritar postulinn: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég heyrði raust mikla frá hásætin sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen.
Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Fáum okkur sæti. Quando sono solo sogni allora sante mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontano sogni allora te mancan le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò
lo so, non esisto novio, con te io li rivivrò, con te partirò, su navi per mari, che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Við skulum biðja. Ljósfaðir, viltu leiða mig, ljá mér þinn sterka arm, svala þorsta og sefa harm, í sannleika skapa undur ný, beina mér birtuna í. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ævi sól sest, í ljósi þeirrar trúar sem kirkjan byggir á, að ávallt sé dagrenning að lokinni dimmri nótt, að ávallt sé nýtt upphaf í vændum og að líf sé handan dauðans, þá megum við vona og trúa að ævisólin hafi risið upp yfir annan sjóndeildarhring þegar hvarf okkar sjónum hér. Mynd Hersis Oddssonar sem við kveðjum í dag stendur okkur nú fyrir hugskotssjónum. Á kveðjustund hugsum við tilbaka til samverustunda og í huganum geymið þið minningar liðins tíma. Gott að varðveita allt hið góða, stóra og smáa, sem þið hafið öðlast hlutdeild í með honum. Minningar og myndir kom upp í hugan sumar hverjar úr bensku, frá fjölskyldu og vinasamverum, hversdagslegir atburðir, gleðin, ferðalögin öll innanlands og erlendis, jákvæðnin og bjartsýnin, Strítusel 22, Danmörk, sundferðirnar, göngurnar, Munaðarnes, Þórsmörk, góða hjónabandið, Malt og appelsín, Sjálfstæðisflokkurinn, ræktarsemin, fjölskyldan sem ávallt var í fyrirrúmi, veislurnar, áhuginn og vináttan, hjálpsemin, hlýjan, umhyggjan og kærleikurinn og hvað það annað sem á hug ykkar leitar á þessum tímamótum. Allt það mikilvægt að rifja upp, tala saman, leyfa ljósi hins liðna dags að lifa. Hersir Oddsson var fæddur í Hafnarfirði 30. júní 1946. Foreldrar hans voru Margrét Auðunsdóttir, ljósmyndameistari frá Hafnarfirði, fædd 11. ágúst 1911, dáin 12. maí 1960, og Oddur Hannesson, rafvélameistari frá Stóru Sandvík, fæddur 5. febrúar 1909, dáinn 17. júní 1968. Hersir var yngstur þriggja bræðra. Gunnar Auðun fæddur 2. desember 1936 og Sigurður Hannes var fæddur 11. júlí 1941. Hann lést 4. maí 2017. Hersir ólst upp að Hellisgötu 1 við Hellisgerði í Hafnarfirði, á heimaslóðum móðurfólksins. Allir fóru þeir bræðurnir þrír inn á svið rafmagnsfræða, líkt og faðir þeirra. Mikill samgangur, vinátta og kærleikur
var ætíð á milli þeirra bræðra og fjölskyldna þeirra. Hersir lauk gagnfræðaprófi frá Flensborgarskólanum í Hafnarfirði og prófi í rafmagnstæknifræði frá Katrínehólms tekníska skóla í Svíþjóð árið 1966, líkt og Sigurður Hannes bróðir hans. Hersir hafði einnig ávallt sterkar tengingar við föðurfólkið sitt í Stóru Sandvík fyrir austan fjall, sem hann kynntist vel og hélt ætíð miklum tryggðarböndum við þá ættingja sína, en þangað fór hann gjarnan í sveit á sumrum sem ungur drengur. Hersir hóf ungur störf hjá Ásum, útgerðarfyrirtæki í fjölskyldu móður sinnar í Hafnarfirði. Hann fór nokkra síldartúra á Guðrúnu GK, en útgerðin gerði út bátana Guðrúnu GK og Auðun GK frá Hafnarfirði. Áður en Hersir fór utan í nám starfaði hann hjá rafvélaverkstæðinu Volta, sem Oddur faðir hans hafði stofnað ásamt bróður sínum Magnúsi. Gunnar, Auðun, Sigurður og Hersir höfðu allir numið og unnið hjá Volta hjá föður sínum og föður bróður. Þau hittust á Þórskafi og eftir þau kynni hafa nöfnin þeirra yfirleitt verið nefnd í sömu andrá, Hersir og Guðrún. Eftirlifandi eiginkona Hersirs er Guðrún Hólmfríð Ólafsdóttir, sjúkraliði. Guðrún er fædd 29. mars 1944. Foreldrar hennar voru Þórey Haraldína Einarsdóttir, fædd 1910, dáin 1956, og Ólafur Hólm Theodórsson, fæddur 1906, dáin 1972. Þau voru góð hjón, farsæl, stóðu saman, dönsuðu saman í gegnum lífið, voru samtaka og lánsöm með hvort annað. Þegar annað nafnið hefur verið nefnt í gegnum tíðina, hefur hitt gjarnan fylgt á eftir. Hersir og Gunna, Gunna og Hersir. Þau gengi heilagt hjónaband í Langholtskirkju 2. janúar 1965. Sonur þeirra er Ólafur Þórir sem fæddur er 7. apríl 1966. Eiginkona hans er Sigríður Brynjólfsdóttir. Barnabörn Hersirs eru Hersir Aron, fæddur 1993. Unnusta hans er Rósa. Karitas, fædd 1998. Unnusti hennar er Huginn Sær. Móðir Hersirs Arons og Karitasar er Sólveig Ásgeirsdóttir. Greta, fædd 1999. Faðir hennar er Túre Kveven. Brynjólfur, fæddur 2005. Tveir langafadrengir eru nýfæddir 29. júní og 30. júní á afmælisdag Hersirs. Það þótti honum dásamlegt að fá að lifa slíkt að eignast 2 langafadrengi og hefði vitanlega viljað dvelja hér með okkur lengur. Fjölskyldan var Hersi ávallt miðlæg, hann var ræktarsamur, ættrækinn og vinamargur. Í framhaldi af námi sínu í Svíþjóð starfaði Hersir hjá Elbirón á árunum 1966 til 68. Þá fluttu þau hjónin heim. Þau byggðu sér fallegt hús og heimili í Strýtuseli 22 sem þau fluttu inn í árið 1979. En þær framkvæmdir sögðu þau í skemmtilegu viðtali við veftímaritið Lifðu núna í júní árið 2016. Þá var ekkert í loftinu, innréttingar vantaði og engin hurð fyrir baðherberginu. Menn kipptu sér ekki upp við slíkt fyrir 40 árum. Við byggðum skynsamlega, ekki of stórt og erum á einni hæð. Strýtusel 22 hefur síðan verið miðstöð fjölskyldu og vina, þar sem gestrisni hefur verið í hávegum. Strýtuselið hefur verið vettvangur þess sem mikilvægast er í mannlegum samskiptum, traust og öryggi, stuðningur, væntumþykja og hlýja. Þar hafa þau hjónin bæði einnig verið samtaka.
Umhverfið þar hefur ávallt verið fallegt. Þau hafa ávallt hugsað vel garðinn sinn. Í huga sumra náði garðurinn langt út fyrir lóðarmörkin. Móinn var þá einnig þeirra einkaeign og hluti af ævintýralandinu. Úr Strýtuselinu eru margar góðar minningar fjölskyldu og vina. Þar var ávallt opið fyrir alla, dýrindis matur á borðum og sumir dvöldu lengi. Við heimkomuna frá Svíþjóð hóf Hersir störf hjá Rafmagnsveitum Reykjavíkur, þar sem hann starfaði allt til ársins 1985. Þá tók hann við sem forstjóri Vélamiðstöðvar Reykjavíkur og sinnti því starfi í 20 ár eða til ársins 2005. Hersir lauk sínum farsæla starfsferli síðan hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Hersir tók jafnframt að sér ýmis verkefni og starfaði sjálfstætt að hönnun á sviði rafmagnstæknifræði, meðal annars við endurbyggingu Viðeyjarstofu og lyfjafræði safnsins í Nesi. Hersir lagði samfélaginu ávallt gott til. Hann vann að ýmsum félagsmálum og sinnti meðal annars fulltrúa og nefndarstörfum hjá starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar, var í stjórn orlofsheimila BSRB, í byggingarnefnd fyrir orlofsheimili í Munaðarnesi á árunum 1972 til 1988, í stjórn BSRB sem fyrsti varaformaður frá 1973 til 1979 og í stjórnum ferðaþjónustu fatlaðra og vinnu eftirlitsins árabil. Hersir var virkur félagi í frímúrarareglunni Hamri í Hafnarfirði og í TBO, Tjeneste Brødrenes Orden. Hjá Hersi og Gunnu hefur fjölskyldan ávallt verið í öndvegi. Hann var ættrækinn og ræktarsamur gagnvart fjölskyldu sinni og ættmennum, bæði hérlendis og erlendis. Hann var gaflari, en einnig stóru Sandvíkingur, Íslendingur sem lagði mikla rækt við ættlegg sinn í Danmörku. Hann lagði sig fram að þekkja allt sitt fólk. Ófáar eru ferðirnar sem Hersir og Guðrún hafa farið saman ævina. Þau ferðuðust mikið perlur íslenskrar náttúru og eru fáir staðir hér sem þau hafa ekki komið á. Þau gengu mikið, til dæmis gengu þau eitt sinn til Hóla í Hjaltadal. Hér áður stunduðu þau fjallgöngur og fóru töluvert inn á hálendið. Þórsmörk var einn af uppáhaldsstöðunum. Þau ferðuðust mikið tvö saman, einnig með fjölskyldunni og svo oft með góðum hópi vina, með hjólhýsið í eftirdragi og reiðhjólin gjarnan með í för í hjólagrindinni. Alltaf að farið í sund. Hersir elskaði að fara í sund. Margar skemmtilegar sögur eru til af hans sundferðum. Hann gekk með gleraugu eins og við vitum, líkt og sá sem hér stendur, en erfitt að fara með gleraugu í sund. Sjónin getur því verið að stríða manni í þeim aðstæðum. Eitt sinn gengu þau hjónin eftir Sundlaugabakkanum í Sundlaug á landsbyggðinni og Hersir taldi að þar væri sonur hans úti í lauginni, rétt við bakkann með kollinn upp úr. Með glettni teygði Hersir sig með fætinum og ýtti honum í kaf. Kom þá í ljós að þetta var ekki sonur hans, heldur einhver bláókunnugur maður. Eins gekk Hersir einhverju sinni í hugsunarleysi, skýlulaus, reyndar með hana svona á öxlinni. Út úr búningsklefanum í Laugardalslauginni. Einhver mætti honum á leið í pottinn og spurði hvort ekki væri nú ráð að skella sér í skýluna. Í sturtuklefanum stóð hann eitt sinn með syni sínum í sundi.
Af umhyggju og ræktarsemi tók hann sjampó í lóan og hóf að þvo á honum hausinn eins og góðir feður gera. En það var víst hausinn á einhverjum allt öðrum dreng. Hann hafði snúið sér í ranga átt. Hersir var gleðinarmaður, traustur og hlýr, vandaður, vel kynntur og vinamargur. Hann var prímus mótor allstaðar þar sem eitthvað skemmtilegt var í gangi. Hann var matgæðingur, eldaði og útbjó góðan mat, fitusprengt ribbab, rækjukokteil eða hvað annað. Þau hjón nutu þess að halda veislur. Hann hafði það einhvern veginn í puttunum að gera hlutina fallega og vel. Hersir og Guðrún hafa verið saman í yfir 60 ár, gerðu allt saman, nutu þess sem lífið hafði upp á að bjóða, leið ávallt vel saman. Hann var þeirrar skoðunar að það ætti ekki að bíða eftir því að gera hlutina, heldur bara að gera þá strax. Í tilefni af 80 ára afmæli Guðrúnar í fyrra keyrðu þau Slóveníu. Hersir var mikill afi, fylgdist vel með barnabörnunum öllum, setti sig inn í skóla og frístundamálin, lagði nöfn vina þeirra á minnið. Ferðirnar voru ótal margar sem fjölskyldan hefur farið saman í sumarbústaðan í úthlíð, erlendis eða á skíði. Afi tók ávallt þátt í leik barnabarnanna, skellti sér í rússíbana eða vatnsrennibrautir. Nei var ekki í orðaforða hans þegar barnabörnunum datt eitthvað skemmtilegt í hug. Fjölskylduboðin hafa verið dýrmæt, áramótin, jólin, afmæli og aðrir viðburðir. Hersir var heilmikill stjóri, stjórnandi, hugsaði hlutina til enda, skipulagði og hugsaði þarfir allra í kring. Þau hafa ferðast mjög víða til Norðurlandana og margra Evrópulanda og Bandaríkjanna, fór í siglingar, ferðuðust einnig á meira framandi slóðir, til Úrúgvæ, Kína, Tælands, Marokkó, Brasilíu, Argentínu, Suður Afríku, Tyrklands, þar á meðal Kappadókíu, svo eitthvað sé nefnt. Þau hafa verið lánsöm að eiga góða vini og ferðafélaga, kæra vini sem gefið hafa lífinu lit. Hann var mikill áhugamaður stjórnmál, samfélags- og fréttatengt málefni og fylgdist vel með öllu slíku. Hersir var mannvinur, mátti ekkert aumt sjá, hafði áhuga á fólki, samfélaginu og því að leggja sig fram að gera gott og vel í öllu. Hersir var ljúfur, blíður og sanngjarn. Hann var jafnréttissinni, víðsýnn með hlýtt hjarta. Hann hafði einnig áhuga á tæknimálum og fylgdist vel með áhrifum nýjustu tækni á daglegt líf. Hersir veiktist í febrúar á þessu ári, fékk blóðtappa. Lífsgæðin rýrnuðu til muna í kjölfarið. Hersir Oddsson lést á Landspítalanum í Fossvogi 1. júlí síðastliðinn. Það er blessun að fá að lifa, fá að ferðast, starfa og láta gott af sér leiða til góðs fyrir aðra. En umfram allt er það blessun að fá að eiga fjölskyldu. Hersir var búinn að vera gæfusamur, hann var þakklátur fyrir sitt fólk, eiginkonu sína, son sinn, barnabörn, fjölskyldu, vini og ættingja og sýndi kærleika sinn í verki. Þeir sem standi honum næst hafið átti honum mikið. Það er mikilvægt að muna að sorgin á sér uppsprett í því sem manni þykir vænt á sér uppsprettu það sem fyrir er ást, virðing og gleði. Í raun og veru eru verkefni okkar hér í heimi einföld, en þau eru fólgin í því við mætum hvert öðru í gleði og alvöru og tökum þátt í lífinu hvert með öðru. Þar miðlum við öll bæði visku og blessun,
huggun og styrk. Því einnig við að vera hvert öðru og samferðarfólki okkar til gæfu, en einmitt þar það Guðs kærleikur sem mætir okkur þegar við vöknum á hverju morgni og við blasa nýjir möguleikar og ný tækifæri til að verða öðrum til gagns, þótt að sé jafnvel ýmislegt í okkar eigin lífi sem erfitt og sárt. Og síðan þegar dagar okkar eru taldir, þegar við höfum varið lífinu öllu sem okkur gefið, þá megum við vona og reikna með því að Guð sé einnig bak við dagana, í dauðanum og myrkrinu sem honum virðist fylgja, að þar mæti Guð okkur með gleðina, ljósið og eilífa lífið. Blessuð sé minningin Hersi Oddsson, megi minningin lifa með ykkur og megi algóður Guð varðveita hann að eilífu. Fyrir nærveru sína og náð, huggun og styrk sé Guði dýrð í Jesú nafni. Amen. Ég ber ykkur kveðjur. Siggi frændi í London sendir eftirfarandi kveðju. Ég sendi samúðar kveðjur til fjölskyldu og aðstandenda Hersis og þakka Hersi fyrir að hafa alltaf verið blíður og góður frændi. Siggi frændi í London. Eins og kemur fram í sálmaskráni þakka ástvinir samúð og vináttu og bjóða kirkjugestum að þykja veitingar í safnaðarheimilinu að athöfn lokinni. Við skulum rísa á fætur og meðtaka postulega kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum. Amen. Fáum okkur sæti.
Við skulum biðja, Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilögu orði hans. Veit oss náð til að meðtaka það í hug og hjarta, stefn eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og láta þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Hersi Oddsson. Við felum þér hann og framtíð vor allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver allar sem hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að þá sem þeirra aldrei nær að græða grunn. Lítu sérhvert sólarlag sem þitt yngsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Lítu sérhvert sólarlag sem þitt yngsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Lítu sérhvert sólarlag sem þitt yngsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Alla bænir vorar felum við í þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Við skulum rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði, ég upprisa nú lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er í arneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Allt eins og blómstrið eina
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu auglit yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen.